Hvernig stendur á því að það er hægt að halda hunda og ketti sem gæludýr en ekki refi eða úlfa eða tígrisdýr eða eitthvað annað? Þetta felst í ræktun. Í þúsundir ára erum við búin að velja gæfari dýrin til þess að fjölga sér, til þess að eignast afkvæmi fyrir okkur, en við höfum losað okkur svolítið við grimmari einstaklingana. Þannig erum við hægt og rólega búin að fækka þeim einstaklingum sem eru með gen fyrir árásargirni en fjölga hinum sem eru það ekki. Við erum líka búin að rækta upp alls konar afbrigði því að við höfum ekki bara verið að rækta upp skapbetri dýr, heldur líka höfum við verið að rækta upp alls konar útlit. Ef við horfum til dæmis á alla hunda í heiminum, heimilishunda, þá eru þeir allir af sömu tegund. Komnir af asískum úlfum og alveg frá minnstu smáhundum upp í stærstu hunda eins og bernarshunda og stóradan og hvað þetta heitir allt saman. Þetta er allt sama dýrategundin. Við höfum verið að rækta það sem okkur langar í, sem eru gæfir hundar af margbreytilegu útliti, og þá er þetta niðurstaðan.